Þá það 8. liður á dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra og Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Síðasti bæjarstjórnarfundur var 21. febrúar síðastliðinn fyrir hálfum mánuði. Nokkur atriði frá þeim tíma. Fyrsta lagi þá náttúrulega bara ennþá mikil vinna í gangi varðandi stjórnsýslubreytingar og innleiðingar á þeim breytingum. Skipurit, vinna við skipurit, starfslýsingar og ráðningamál og annað þessu tengt. En bara gengur bara ágætlega og ég hef reynt að upplýsa bæjarráð eins vel og ég hef getað þróunina og vinnuna. En nauðsynlegt að upplýsa að sjálfsögðu og segja aðeins frá því hér í bæjarstjórn líka. Nú, svona nokkur mál sem hafa dottið inn, segja aðeins frá því að það kom hér áhugasamur aðili sem vil gjarnan byggja hótel á Akureyri. Það nú svo sem ekki nýtt að menn vilji fara að byggja ýmislegt hér á Akureyri en þarna kom sem sagt aðili sem erlendur aðili sem hefur áhugaði að fjárfesta hér. Bara svona segja aðeins frá því án þess að ég fari eitthvað nánar út í það, en bara menn að sýna okkur mikinn áhuga. Nú, þetta hefðbundna varðandi stjórnarfundi sambandsins og þjóðskrár eru hér á blaði hjá mig líka. Nú, við höfum svo verið að funda líka varðandi hönnun á mannvirkjum uppi Rangavelli og svo komum Orkugarði og varðandi flutning þá vantarlegan flutning umhverfis- og mannvirkjasviðsins og skipulagssviðsins þangað á næstu árum eða þegar mannvirki verður byggt og svo vinna í fullum gangi. Aðeins að segja frá svona litlum hlut en þó svolítið merkilegum að hér var úrslitaleikur í bikarkeppni karla í handknattleik 4. flokkur og í íþróttahöllinni 27. febrúar síðastliðinn. Og það bara langt síðan maður hefur orðið vitni að eins fjörum leik eða og miklum fjöri á áhorfendapöllum. Þarna voru Káa og Þóra að mætast og þetta bara eins og þetta var hér áður fyrr og eins og þetta á að vera. Að gríðarleg stemning og ekki má nú gleyma því að leikurinn var eftir því líka spennandi og skemmtilegur. Ég hef ekki oft að segja frá okkur svona íþróttaviðburðum hérna í pontu en þetta vakti alveg sérstaka athygli mína. Nú, við hefum svo verið svo er þetta að vinna með vinum Hlíðarfjalls. Við náttúrulega höfum fundum hérna með þeim daginn, ég og formaður bæjarráðs og það er svo sem vitað í hvað farvið það mál eftir bókun bæjarráðs, það sem ég er falið að ganga til samninga við þá byggingu eða uppbyggingu á nýrri skíðalyftu Hlíðarfjalli. Við höfum ekki fundið tíma ennþá til þess að fara í þá vinnu. Ég er að vinna aðeins í undirbúningi áður en ég fer til þeirra viðræðna formlega. Nú, við höfum verið að vinna í undirbúningi af starfsstigi fyrir stjórnendur og svo náttúrulega var hér haldið gríðarlega stórt og mikið íþróttamót, heimsmeistaramót kvenna í íshokkí í svokallaðri annarri deild B og það mót fór alveg mjög vel fram og okkur og þessum sveitarfélaginu og að sjálfsögðu skautafélag Akureyrar til mikil sóma að staðið vel að þessu og allir mjög ánægðir og ég var beðinn að skila kveðju til bæjarfulltrúa með þakklæti frá íshokkeysambandinu og sjálfsögðu skautafélagi Akureyrar fyrir allan þann stuðning og allan það hjálp sem að þau að fengi varandi framkvæmd þessa móts. Nú, skautafélag hélt síðan upp á 80 ára afmæli sitt líka daginn en þau eru nú 80 ára áramótin að 1. janúar síðastliðinn. Og svo þetta hefðbundna sem að fylgir öskudeginum, ég ætla ekki að fara nánar út í það. Og síðan eins og hér hefur komið fram aðeins í umræðum varðandi fundi Reykjavíkurborgar og borgarstjórnar Reykjavíkur og bæjarstjórnar Akureyrar sem var haldinn í Reykjavík síðastliðinn föstudag, þar sem var fjallað íbúalýðræði og umhverfismál. En ég þarf ekki að nefna það frekar. Við fengum í gær hér í heimsókn nemendahóp frá Menntaskólanum á Akureyri sem var að læra þjóðhagfræði. Það sem þau kennarinn þeirra óskaði eftir því að fá kynningu á því hvert hlutverk sveitarfélaga einmitt í efnahagslegum tilliti í samfélaginu. Og þetta var mjög áhugavert verkefni fyrir mig og fjármálastjóra að koma hér fyrir framan loka árgang nemenda við Menntaskólann
og aðeins að fara í gegnum einmitt það hvernig sveitafélagið, rekstur sveitafélagsins og sveitafélagin í landinu hefur áhrif á efnahagskerfi í landinu og aðeins að ræða það við þetta unga fólk. Og niðurstaðan var eiginlega svo að þetta þyrfti bara að gerast árlega og ekki bara endilega við nemendum menntaskólans á Akureyri, heldur getur þetta líka verið hluti af því að eiga svona samstarfi verkmenntaskólann á Akureyri og þá værum við að miðla því til framhaldsskólanema því sem að gerast hér á sveitafélaginu. Þetta líka ágætis kennsla í því hvernig lýðræði virkar og okkar hlutverk í stjórnsýslunni og í rekstri hins opinbera. Og í dag var síðan fundur framtíð íslenskra sveitafélaga og niðurstöður könnunar og umræður eflingu sveitarstjórnarstigsins og það hægt að halda langar ræður þann fund en ég ætla að sleppa því hér. Ég hef ekki verið að fara mjög djúpt í þessi mál en ég get sagt að það voru mjög athyglisverðar umræður á milli okkar sveitafélagana hér í Eyjafirði niðurstöður eða þessa vinnu sem bíður okkar og þá vinnu sem búin varðandi framtíð íslenskra sveitarstjórnarstigsins og þá til dæmis hugsanlega sameiningu sveitafélaga. Við fundum líka í dag varðandi verkefni sem heitir Sumarvinna með stuðningi. Bara aðeins að segja ykkur frá því að það hópur sem við höfum verið að veita þjónustu mjög mörg ár. Það eru einstaklingar sem eiga erfitt að koma og vera með á vinnumarkaði en sveitafélag hefur verið að hjálpa og aðstoða meðal annars með því að taka þetta fólk í vinnu eða þetta er ungt fólk í vinnu og jafnframt samstarf við fyrirtæki hér á svæðinu að taka þessa einstaklinga líka í vinnu. Þetta eru rúmlega 30 einstaklingar eða milli 30-40 einstaklingar. Þetta er svolítið stór hópur og við vorum að ræða það í dag með varðandi það að þessir einstaklingar þurfa jafnvel að fá verulega aðstoð til þess að komast að vera með á vinnumarkaði. Og síðasta frá mér þá næst síðasta frá mér bara að segja frá því að ég fer ekki onni í hvert einasta viðtal sem ég tek við íbúa eða sem koma til mér. Ég tók það samt aðeins saman að bara frá síðasta bæjarstjórnarfundi þá hafa 10 einstaklingar óskað eftir viðtali við bæjarstjóra til þess að ræða mismunandi mál og vonandi hafa þeir fengið einhverju leyti úrlausn sinna mála. Allavega hafa farið frá mér allavega nokkuð jákvæðir. Eitt bara upplýsing svona í lokin það síðasta máli. Það til bæjarfulltrúa að það fundur með hverfisnefndum tillögu vinnuhóps íbúðalýðræði og gagnsæja stjórnsýslu sem haldinn á morgun miðvikudag klukkan 16:30 hér í bæjarstjórnarsalnum og ég vonast þess að sjá fulltrúa allavega frá öllum framboðunum á þessum fundi. Annars myndi ég að sjálfsögðu sitja þann fund með fulltrúum hverfisráðana. En þakka kærlega fyrir mig. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Dagskrá þó tæmd en eftirfaldar fundagerðir eru lagðar hér fram til kynningar. Það afgreiðslufundur byggingafulltrúa frá 23. febrúar og 2. mars, bæjarráð 23. febrúar og 2. mars, frístundaráð 23. febrúar, fræðsluráð 17. febrúar, skipulagsráð 22. febrúar, stjórn Akureyrarstofu frá 16. febrúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 16. febrúar, velferðarráð 15. febrúar og 1. mars og hægt að nálgast fundagerðirnar á heimasíðu Akureyrarbæjar. Fundi slitið klukkan 18:40.